Þannig við erum að byrja í vegfarandum 2 vorið 2025 og það hérna vel mætt. Þó svo að þú sért kannski að horfa á þetta og hafir ekki mætt, þá varstu að mista miklu. Það var alveg háránlega góður umræður hérna í byrjun, sko. En í dag, og svo það sem við erum að gera núna í fyrstu vikunni er bara svona aðeins að koma okkur á stað og það verður áfram svona í næstu viku en þar munum við bara fara að keyra meira bara í að vinna forritun saman í tengslu við það verkefni sem er lagt fyrir á hverjum tíma fyrir sig. En núna byrjum við á smá þurri kynningu. Þannig að vegforritun 2 er bara rökrétt framhald af vegforritun 1. Vegforritun 1 fór yfir bara HTML, CSS og JavaScript, svona mjög vanilla, þar að segja eiginlega ekkert af einhverju svona hjálpartólum eða frameworkum. Við notum Vite aðeins í lokin áfanganum, en annars vorum við bara að læra þennan grunn sem er vegforritun. Núna ætlum við að fara yfir það hvað er að skrifa bakenda, þar að segja hvað er að skrifa eitthvað sem að virka sem þessi vefþjónn sem við vorum að nota Netlify fyrir og hvað þýðir það. Þetta er rosalega margslungið og margar leiðir til þess að gera þarna, en við ætlum að nota Node.js sem er framework sem að notar JavaScript sem forritunarmál og við ætlum að nota síðan framework, eitthvað svona framenda framework og við ætlum að læra React svona tiltölulega vel og svo eitthvað svona tala einhver önnur og svona hvað þetta er. Þannig að þetta er bæði bakendi og frammendi og gagnagrunnar og alls konar. Og allt efni frá vegforritun 1 sem var bara að ljúka núna seinasta haust er aðgengilegt, þannig að ef þið þurfið að rifja það upp þá getið þið séð öll verkefni, alla sýnilausnir á verkefnum, minni verkefnum, allt námsefni, allar upptökur, þetta er allt aðgengilegt. Þannig að þið getið alveg farið tilbaka og skoða og rifja eitthvað upp. Það er svolítið svona á ykkur, af því að ég held að flest ykkar, eða er ykkur einhver sem hefur ekki tekið vegforritun 1? Já. Þið gætu lent í smá svona í byrjun, en þetta er alls ekki óyfirstíganlegt. Þetta er bara, þið þurfið bara aðeins að halda ykkur við þetta og spyrja mig og spyrja dæmitímakennarana. Það eru komnir dæmitímakennarar, ég sendi bara tilkynningu um það núna, þeir eru búið að settla alveg og við erum búin að segja hvor það er, en þeir eru báðir annar er hann Tumi sem hann var líka í fyrra og svo er nýr dæmitímakennari hann Tómas, þannig að þeir eru báðir reyndir í þessu og eru líka bara mjög til í að hjálpa ykkur. Þannig að þetta er bara, já. Svo er ég með svona einhverja kennslubók sem ég er búin að vera í vinnslu í alltaf mörg ár sem er bara svona fjallar um HTML og CSS aðalega og er svona helmingurinn af námsefninu úr vegforritun 1. En, svo ég sagði hann, formáfangans er svona frekar settla hjá mér að ég verð bara með þessuna fyrirlestra, þar sem að ég hef búin að leggja eitthvað fyrir, þið farið yfir og við mætum hérna saman og förum saman yfir það verkefni, vinnum saman og ég mun gera aðeins meiri kröfu á það en í vegforritun 1 að þið séu svolítið svona aktífur partur af fyrirlestrunum, að þið spyrjið mig spurninga og ég spyr ykkur og ég leyfi vandræðilegu þögnin að vera ennþá lengur en nú var stundum í vegforritun 1, þannig til að við svona förum bara, að það er ekkert að því að tala saman og spyrja og gera þetta saman. Og svo er ekkert lokapróf, þannig að það er bara fullt af verkefni. Efnið er á GitHub, skila Canvas, alveg eins og vegforritun 1. Ég tók svolítið upp í lok COVID, tók ég upp námsefni, skipti upp í svona fleiri fyrirlestra, sumt af því er gott, sumt af því er alveg svona, ég veit að ég ætti að uppfæra það. Þannig að ég vísa í það fyrir hverja viku, þið getið skoðað það, gott að skanna yfir að sjá bara hver eru svona lykilhugtökin sem við verðum að fara að tala um. Ok, ég veit sirka hvað þetta er, ég get kannski lesið yfir glærurnar eitthvað, sem eru bara að skanna þetta, eitthvað mætti tíma, þá er ég að tala um efni sem er bara á svipum stað, ekkert nákvæmlega það sama, en svo getur ég segja, ok, þetta var ekki alveg nógu ljóst. Þið getur hort á fyrirlesturinn aftur, þið getur skoðað námsefnið betur, þið getur hort á upptekna fyrirlestra, þið getur skoðað dæmin sem ég er með og gefum fyrir, þið getur mætti dæmatíma, þannig að það er á ykkur komið að leita ykkur þessu. Þegar ég var hérna með fyrirlestra í lengri tíma og svona, það var bara mjög leiðilegt. Mér finnst miklu skemmtilega að gera þetta bara svolítið svona opið og en þá er krafan meiri á ykkur að vera undirbúin og ef þið eru ekki undirbúin, sem er allt í lagi, að leita ykkur upplýsinga meðfram. Ef þið ætla að gera þetta allt rétt fyrir skila verkefnum, þá munið þið lendi í vandræðum. Þetta eru verkefni sem þið getið ekki gert á einu kvöldi og fengi góða einhver fyrir. Þið verðið að vinna í þessu jafnt og þétt og þau eru stærri þessi verkefni
og þau eru, þú veist, með fleiri atriði, þannig að þið fáið alveg 2 vikur fyrir hvert verkefni, þannig að það er alveg tímastjórnin lykill að því að ná að ganga vel í þessu. Þannig ég gerir ráð fyrir því að þið kunnið HTML, CSS og JavaScript og að ég geti bara, ég tala um það og þið sem eru kannski ekki, munið ekki sérstaklega vel eftir þessu eða voru ekki vegfarandi neitt, þú veist, stoppið mig bara og spurjið þið ef ég er að segja ykkur, þú veist, sérstaklega ef eitthvað svona orð sem ég skilji ekki eitthvað svona, en ég reyni að gera það fyrstu vikurnar að skilgreina svona eins og, þú veist, þetta er þetta og svo bara getið þið skoða ykkur áfram. Og ég gerir ráð fyrir því að þið hafið forritað í JavaScript og kunni bara, þú veist, hvernig það er sem forritunarmál, hvernig gagnastrúktúra það er með, hvernig við búum til föll, hvernig við getum unni með svona, svona ýmsu hluti, en alls ekkert allt. Þannig að við munum stoppa við líka þar. Og svo að þið hafið notað Node með því að þú veist, það hefur sett það upp og hafið notað NPM. En það er bara eitthvað sem við byrjum á að gera bara núna, ekki núna fyrir verkefni 1, þá ætlum við bara að vera forrita og skoða svona nokkur hugtök, en í verkefnum í framtíðinni þá erum við að nota bara eins og maður gerir þegar maður er að vinna í þessu umhverfi, maður er alltaf að sækja einhverja pakka og stilla og skoða documentation og finna út úr því hvað er hvað og svona. Þannig fyrstu vikur, fyrstu 2 vikurnar og fyrsta verkefnið er bara að fara yfir þetta. Tækifæri til að rifja upp og læra og bara látið mig vita ef ykkur finnst eitthvað vera, þetta getur verið mikið til þess að byrja með, ef ykkur finnst þetta vera ómikið, þið getið alltaf heyrt í mér. Við finnum alltaf út úr því að það er eitthvað. Þetta er áfangin er settur þannig upp að þið getið alveg sleppt einu verkefni eða 2 eða jafnvel 3 og náð honum, þá bara náið honum ekki með, þú veist, bestu einkunn, en þú veist, það er ákveðið lágmark sem að er og þið getið svolítið hagað seglum eftir vindi og bara, þú veist, ef þið dettið út í 2 vikur, þá getið þið alveg klára áfangan. Þannig bara heyrið í mér fyrir en seinna. Þannig við byrjum bara að nota Git strax, ég seti allt upp á GitHub, ég seti allt efni og byrja bara að nota Git strax. Þannig að aftur, ef að þið eru ekki búin að nota það síðan í Webfrontun 1, þá er það líka bara upprifun og gera það. En og það bara fylgir því sem er að gerast, þú veist, og er bara í daglegu amstri í Webfrontun og bara í mjög mikið af hugbúnaðargerð í dag. Það er eins, ég er með Slack, gamla góða Slackið. Ég er alltaf á Slack í vinnunni þannig að ég sé þetta og er frekar hraður, þú veist, ég svara hratt að það er eitthvað svona, hei, ég lenti í þessu hérna. Þá þurfum við ekki að fara og senda mig post og ég skoða postinu og segja, já, sæl eða sæll og heldur bara eitthvað, hei, hvað er þetta? Og ég get sagt, já, nei, þú veist að gera X en ekki svona. Þú veist, þá getið þið fengið hraðara svar. En þið þurfum alls ekkert að vera þar. Alla tilkynningar, allt sem þið verðið að gera, alltaf þegar búið að setja fyrir verkefni, sendi ég sem tilkynningu í gegnum Canvas og berst á eitthvað HI-netfang, þannig að þið þurfum ekkert að gera neitt meira. Þið getið, jafnvel þó þið mætið ekki í dag og eru bara að hlusta núna á upptöku eða eitthvað, þú veist, þið getið alveg stýrt áfangunum sjálf hvernig þið gerir þetta. Og bara ef þið fylgist með tölvupóstunum ykkar og gerir það sem er sagt þar, þá eru þið góð. Hér eru eldri námskeið, Webfrontun 1 og Webfrontun 2. Það eru jafnvel ennþá eldri, þetta er allt síðan 2018, er inn á GitHub fyrir utan Webfrontun 1 2019 sem ég kendi ekki og það var ekki, Webfrontun 2 var ekki kend 2020. En þannig ef þið eru að skoða verkefni, þá erum við að vinna svipaða hluti, við erum bara að keyra það í öðru samhengi í gegnum verkefnið, en þið getið skoðað sýnilausnir, þið getið skoðað og fundið vídeo af kynningum á sýnilausnum og þið getið fundið ykkur fullt af efni. En það er alltaf bara, eins og segi, þú veist, áfangin er alltaf svona 3–5% betri á hverju ári og þetta er, þú veist, í 7. skiptið sem ég kenni þetta, þannig að þið getið reiknað hvað hann er miklu betri, hann verður alltaf betri, þið eru að fá bestu útgáfuna núna. Og við erum með fyrirlestrar 2 í viku. Ég ætla að nota þennan lengri tíma af því að ég er líka bara í fullri vinnu og þetta bara henta mér betur að nota bara frá 3 til 17:20, en eins og þið þekkið þá er þetta keisla sem betur fyrir þetta að opna glugga í þessari stofu sem er frábært af því að það getur orðið svona svolítið loftlaust og ég reyni að halda tíma þannig að þið fáið eitthvað pásur
en stundum mun ég kannski keyra aðeins lengur eða taka bara eina pásu, en þá reyni ég að bera það undir ykkur og þið getið alltaf staðið upp og labbað út og komið aftur. Þetta bara þetta er mjög casual hjá okkur. En við erum líka með mánudagstíma sem frá 3 til 16:30 og við munum að minnstakosti nota hann fyrir kynningar sem verða og ég mun segja ykkur frá meira á eftir seinna yfir misserið, en líka það eitthvað bara eitthvað þið eru mörg að lenda í einhverjum vandræðum og það bara ég að fá marga póstum eitthvað og bara heyri, það verður aukatími þar sem þið getið komið og fengið aðstoð við þetta. Þannig að ef það kemur upp þá mun ég alltaf senda tilkynningu tímanlega og segja heyri, það verður tíma mánudaginn fyrir þau sem vilja, en hann verður líka tekin upp og gerð aðgengilegur. Þannig að þið fáið að vita þessu. En miðvikudagstímar alltaf klukkan 3 í þessari stofu. Alveg bara á hver einustu viku núna í 13 vikur. Já, upptökur, bara ég tek allt upp sem make sense. Það alltaf eitthvað á milli og fyrir og eftir sem ég tek ekki upp og kannski verður eitthvað efni sem þið kannski missið af en ég reyni að hafa þannig að allt sem skiptir einhverju máli fer inn á upptöku, en ef þið mætið þá græði ég alltaf smá, skemmtilegt. Dæmatímarnir, það eru 2 dæmatímar í töflu. Í fyrra var breyting á að ykkur nemendum var skipt upp í hópa og sáu eingöngu sína dæmatíma á stundutöflunni. Það voru ákveðnir kostir við það, en eftir því sem að leiða á önnina eða misserið þá kom í ljós líka ókostir og fólk vissi ekki hvenær hinir dæmatímarnir voru, kannski misti á dæmatíma, var í vandræðum með verkefni og þurfti eitthvað, hvenær eiginlega hinn dæmatíminn, af því að ykkur alveg frjálst að mæta í hvort sem og ég átti bara að heyra í skrifstofunni hvort þau ætla að keyra það eins, að ykkur verið bara skipt að handahófi í 2 hópa og þau fáið bara útdeilt eða hvort að það verið eitthvað annað þarna á. En ykkur frjálst að mæta í báða dæmatímana, en bara gera ráð fyrir því að ef þið mætið og það mikil mæting og það mörg sem að biðja aðstoð, þá gæti þetta tekið tíma, en þið bara finnið aðeins hvernig það En svo líka bara að hugsalega heyri dæmendabekennarinn, það eru mörg eitthvað sem lenda í sama atriði og tekur upp á töflu. Þetta bara, en það alltaf betra að mæta, sjá að það sé bara gett mikið að vera, sitja kannski bara og sjá hvort þau geti fengið aðstoð eða eitthvað, eða bara heyra og nýta tækifæri til að vera í fókus í vefforritunar orkunni sem myndast alltaf í dæmatímum. Síðan skipti ég skiluðum verkefnum á milli dæmatímakennarana, þannig að ég load balance á milli, þið skilið ekki alltaf öllum verkefnum, þannig að ég skipti jafnt á milli, þannig að þið geti lendið í að mæta til Tuma en Tómas fyrir yfir eða öfugt, þannig að það ekki láta það koma óvart. En ég sendi tilkynningu dæmatímana bara þegar það allt neglt í næstu viku. Þannig að það verða dæmatímar á miðvikudaginn og fimmtudaginn næstu viku. Fyrir dæmatíminn í stofunni hérna út í horni sem ef þið mætið mörg í hann, þá það ekki besta stofan til þess að vera með marga nemendur í, en þið bara setjið þétt og ég held að hinn dæmatíminn hann einhverstaðar hérna í Vaffer 2 líka. En engin dæmatími í dag og engin dæmatími á morgun. Svo ég með verkefni sem ég í gegnum árin búin að reyna ég með ákveðin markmið sem ég vil hitta í hverju verkefni og ég held því og það bara orðið nokkuð ég veit hvað að virka og held mig bara við það. En ég alltaf að búa til ný verkefni og eldri verkefni eru aðgengileg og þið getið skoðað þau. Og eins og ég sagði áðan, þessi verkefni getur verið tímafrek, en þetta langbesta leiðin til að læra forritun, bara að forrita. Þetta bara, ég geti ekki lesið ykkur til forritun og verið góðið því. Þannig að ég mæli bara með að byrja að skoða verkefni leiður eru sett fyrir, byrja að vinna í þeim, sjá, ok, þetta bara létt. Ég klára þetta kvöld næstu viku. En reyna sem fyrst að komast að þetta eitthvað sem eitthvað vesen. Á einhverju tímapunkti þurfa að setja upp ákveðin verkfæri á vélunum ykkar, setja þau upp áður en þið byrja á verkefninu. Af því ef þið ætla að setjast niður og setja upp Postgres fyrir fyrsta verkefni þar sem við erum að vinna með gagnagrunn og vera bara eitthvað, það fóru 4 klukkutímar í það því að það bara tölva mín var eitthvað sett upp þannig að allt fór í köku og ég gæti í. Það ógeðslega frústrerandi og erfitt og leiðilegt og þið náðu kannski ekki að skila, þannig að gera þetta tímanlega, sjá hvort þessi vesen, sjá hvort þið þurfum að mæta dæmitíma og tímastjórnun. Svo jafnvel þó að þið náðu ekki að gera mikið, skilið því ef ykkur finnst þið vera komin eitthvað áleiðis í verkefninu.
og þið getið alltaf líka verið taktísk, skoðað hvað er verið að meta, það er rúbrik, svona basic rúbrik í verkefninu. Ef þið sjáu hérna, ég er búinn að vera að díla við núna í 3 klukkutíma það sem er 5% af verkefninu, þá kannski hætti ég því og fer að tek það sem er mest bang for buck og skoðið þið og það er metið og raðað upp svona þannig að þið getið séð hvað er mikilvægast, byrjið á því og svo hitt. En það eru 8 verkefni í heldina, 5 inni, og þau eru sett fyrir og kynnt í fyrirlestur á miðvikudegi, þannig ég ætla að kynna þau bara núna eftir fyrsta verkefni og skila 2 vikur seinna nema þetta verkefni, þið fáið 3 vikur fyrir það og það er svolítið á 5. degi 2 vikur seinna, þannig að þið hafið í raun fyrirlestur, 4 dæmatíma og svo aftur fyrirlestur, eða svo 2 fyrirlestartíma, 1 þar sem það er farið yfir, svo fáið dæmatíma og dæmatíma, svo hafið dæmatíma vikuna eftir og svo, þannig að þið hafið alveg nægan tíma til þess að fá aðstoð. Þau gilda 10% hvert, samtals 50 og ég hvet ykkur til þess að vinna þessi verkefni saman og ræða þau og eitthvað svona. En ef þið eru bara eitthvað, þið unnuðu þetta bara ótrúlega þétt og þið voru bara, voru að vinna þetta saman í Rebo og eitthvað og þetta er bara mjög keimlíkt hjá ykkur en þið unnuðu þetta vissulega saman, látið þið vita. Þegar ef þið skilið og einhver annar skilir og þetta er bara 90% eins verkefni, þá mun það eitthvað koma upp og þið munum að spurða það. En ef það kemur bara fram, við unnum þetta bara mjög þétt saman, við skiluðum hérna sér, ég kláraði þennan part af minn, sjálf og þau gerðu hitt og þá getum við fundið út í. Þannig að bara takið þið fram ef þið gerir þetta, sama ef þið notið ChatGPT eða einhver þessu tól, Claude eða eitthvað. Það kemur svona frekar augljóst ef þið eru með einhvern svona hluta sem er skrifaður af einhverjum öðrum en þið, svona, bara látið þið vita. Ég var alveg vandræður með þetta fall, ég gerði það hérna en ég tvíkaði það til og eitthvað. Þannig að það er erfitt þegar það er svona eitthvað sem maður sér að það er svona, hvaðan kemur þetta? Þetta er ekki alveg augljóst að þetta hefur verið skrifað svona, já. Þegar við gerum einhver svona byggingar eða við þekkjum einhverju hjálp eða setjum við það í komment í kóðum eða eigum við bara að skrifa með einhverju skýrslu sem gefur með GitHub-ríkó? Það er margar leið til þess, en góð spurning sko. Þið getið sett komment á bara inn í fallinu. Hérna lendi ég í vandræðum með að ídra í gegnum þetta fylki og sækja þetta og ég fekk hérna, þá getið bara sett komment inline fyrir það. Eða þið getið sett það í Rebo, bara eitthvað, ég vann þetta verkefni, náið með X. Eða þið getið sett það í komment á Canvas með skilunum, þar sem segir bara eitthvað, þetta verkefni var hérna, ég lendi í vandræðum með þetta, ég fekk hjálp hjá þessum aðila, þannig að þessi kóði hérna er kannski svolítið keimlíkur og það sem þau gerðu því þau hjálpuðu mér mikið við það, en svo notaði ég chat til þess að hjálpa mér að skrifa testi eða eitthvað svona, þið verðið bara að finna þetta, það er ekkert eitthvað ein leið til að gera þetta rétt. Þú notið á DevTools á hóstuðu vefsíðuna til að skoða kóðan hjá okkur, til þess bæði JavaScript, HTML og CSS kóðan, sjáðu það kommentið þar? Nei, þannig að þið skilið GitHub Reboinu og við sjáum þá kommentin og við skoðum kóðan þar eða kóðan sem keyrir, en ólíkt í Web41 þá er þetta mikið til kóði sem keyrir á server, þannig að hann er ekki sýnilegur í Vafra. En þið finnir bara þetta og ef þið eru óviss eitthvað, spurðið mig eða spurðið dæmatímakennara og við finnum út í. Þið gerið ykkur, ég er ekki að þjálfa ykkur til að vera að lækna eða vinna í heilbrigðisgeiranum með eitthvað, þannig að ef þið eruð eitthvað að gera eitthvað sem er shady eða eitthvað svona og eru að kosta í gegnum þetta, þá er það bara ykkar eigið, þá þurfið bara að eiga ykkar eigin samvisku. En ólíkt því ef þið værið að fara að vinna með fólki, þá væri ég mun harðari, en þið gerir ykkur eigið, þetta er bara, já. Síðan eru 2 hópverkefni og þau eru 20% hvort, þannig að þau eru svolítið stór. Þau verkefni eru unnin í hópum. Þið getið líka unnið sem einstaklingsverkefni, en það verður erfitt fyrir ykkur, það verður erfiðar enn í Web41 að vinna þau einsömmul. Og þau eru miðað við það að þið séu að vinna 3-4 saman. Aftur, ef þið viljið vinna 5 saman í hóp, getum við fundið út úr því. Ef þið viljið vinna 2, getum við fundið út úr líka. Og ef þið viljið vinna þau einsömmul, þá er það allt í lagi. Það er bara, heyrið í mér. Skil, þetta fyrsta er eftir rúma mánuð, sem er þá að búa til bara vefþjónustur. Það er bara vefþjónustulag fyrir eitthvað ákveðið verkefni sem við eigum eftir að fara yfir. Og svo seinna mánuði eftir það, sem er frammendi ofan á þessar vefþjónustur. Þannig að þessi verkefni tengjast að því leyti að
þið skilgreinið ykkur eitthvað topic sem hópur og búið til vefþjónustur og svo framöndan og það. Ég veit að þetta keimlíkt það sem gert í hugbúnaverkefni en þú veist, fæn, þetta bara, svona eru bara ótrúlega mörg verkefni í praxis í vefforritum í dag. Það eru ykkur vefþjónustur sem þarf að smíða og tengjast og það eru ykkur framöndir sem þarf að nýta þær. En nánar það seinna. Síðan einstaklingsverkefni sem að ég hef alltaf verið að stækka seinustu ár síðan við byrjaði með það og þetta opið verkefni sem gildir alltaf 25%. Þannig ef þið eru búin að vera fylgjast með þá sjáum við að samtals í raun hámarkseinkunn í áfangunum 115% en við köppum samt við 10 af því að það bara einfaldast. En þið getið auðveldlega, þú veist, ef þið vinnið öll verkefnin þá ekkert og þið eru bara sinnið þessu vel, þá ekkert erfitt að fá 10 sem áfanga. Það alveg bara, mér finnst það bara fínt. Sko. Ef þið eru áhugasömum vefforritum þá vil ég verðlauna það. Ég ætla að bæta við núna í áfangunum að við skiptum þessu einstaklingsverkefni upp í einhver fyrri skil þar sem að þið bara committið á það sem þið ætlaði að gera, þið ætlaði að byrja að hugsa þetta fyrr, að því að stundum hefur þetta verið að krakkar hafa verið, eða þú veist, þau sem hafa verið í þessu hafa verið að gera þetta bara eitthvað á einni viku. Ég vill að þið séu búin að hugsa þetta svolítið og þetta séu búin að malla hjá ykkur. Þannig að þá eru fyrir skil þar sem þið ákveðu verkefni, skefið ykkur grunn, gerir smá research og eitthvað. Þið eru samt ekkert að committa á að gera þetta í seinni skilunum eða í fullum skilum, en bara þið séu byrjuð að hugsa þetta. Þannig að ég ætla að kynna þetta bara í næstu viku, ég ætla að segja ykkur ákveðin topic og svo ætla ég að nefna þetta sinna á milli. Hér getur verið áhugavert að fara dýpra í þetta í einstaklingsverkefni. Síðan þið eru með eitthvað ákveðið efni og þið bara búið að útfæri verkefnið og skýrslu og svo hafið þið valkvæmt möguleika á því að halda kynningu og það svona hugsa sem alveg til upphækkunar, þessi auka 10, ég að bæta þessum 5% en skófið ekki af neins annars staðar. Þá megið þið halda kynningu og ég hvet ykkur til þess þar sem að við höfum bara senastu 2 vikurnar í áfangunum að það eru bara svona kynningatímar og eitthvað svona þá bara mætið þið og haldið svona 10 mínútna kynningu og þið þurfum alls ekki að mikla þetta fyrir ykkur. Þetta hefur verið mjög vinalegt hjá okkur, þetta bara ég, samnemendur ykkar og þið getur verið allt frá því að vera bara með mjög formulega glærukynningu yfir í það að sína bara kóða og tala í kringu það eins og ég að gera. Þetta bara mjög skemmtilegt og þá sjáum við líka hvað samnemendur ykkur hafa verið að gera og brasa og þetta bara mjög skemmtilegt, mæli mikið með. En nánar það næstu viku. Þannig að öll verkefni eru sett fyrir í Canvas, þið skilið þeim þar og þið fáið einkunnir og feedback þar og bara lesið leiðbeiningar í verkefnunum. Það verkefnin vísa alltaf yfir á GitHub þar sem bara nákvæm verkefnalýsing og það hvernig þið skila og bara fylgið þau sem sett fyrir þar. Og svo eins og í vefforritun 1, ef þið lendið í einhverjum vandræðum, þið skiluðu en þið glemduð að submit eða eitthvað, þú veist, látið þið mig vita. Ef þið getið ekki skilað en viljið, þú veist, fá, þá auka, þú veist, þið getið fengið auka daga til að skila, látið þið mig vita og ég gef komment á það, annars gefið. Það þið eru dregið niður ef þið skilið eftir settan skiladag. Ef þið eru ósátt við feedback eða einkunn, byrjið þið á að tala við dæmatímakennarana og reyna að finna út með þeim. Ef það gengur ekki, þá getið eskalata upp í mig eða þið getið líka bara heyrt í mér. En þú veist, þetta mjög casual hjá okkur. Þú veist, þetta bara, við erum bara að vinna þetta saman, við erum bara að hjálpast að við að læra vefforritun og þú veist, bara ef við tölum saman, þá leysum við þetta allt saman. Já, engin próf og lokaeinkunn byggir eingöngu á verkefnaskilum. Það eru þessi minni verkefni, hópverkefni, einstaklingsverkefni. Ég gefi hálfum á hámarki 10. Engin skyldumæting og þið bara sjáum þetta sjálf, en þið eruð fullorðið fólk. Einhverjar spurningar svona praktík og uppsetningu á áfanganum? Með hópverkefni, megum við glumilla að ráða hverjum við erum með? Jú, þið megið gera það og þið megið, það ekki krafa að þið séu sama hóp í hópverkefni 1 og í hópverkefni 2. Má vinna saman með öðrum hóp eða maður reikast með uppstofum? Má vinna saman með öðrum hóp, sko, ef ræðum að nánar sem kemur að þessu, þetta verður svolítið svona að þið snýðið þetta svolítið að hópnum ykkar. Þannig
en það eru vissulega atriði sem að þið getið, sem að verða svona, þú veist, við munum tækla ákveðin atriði í minni verkefnum sem að koma saman í hópverkefnum. Þannig að, en fyrir nánar það þegar nær dregur. Eitthvað annað? Kýrskýrt. Herri, þá ætla ég bara að taka námsefnið. Það er bara mjög fljótt, þetta er bara eiginlega copy-paste úr kennsluskrá. En ég mun alltaf gefa svona vikublöð vikuna fyrir, þannig að ég bara núna er bara að skipuleggja þetta allt saman og koma þessu fyrir, en svo kemur takturinn hjá mér að ég mun gefa núna í lok þessara viku mun ég gefa út vikublað fyrir vikuna undan og ég mun reyna að hafa það sem fyrr, þannig að þið hafið alveg tæpa viku til þess að sjá hvað er verið að fara að fjalla í næstu viku og þannig að þið getið komist í takt með mér. Þannig að þið getið verið byrjað að skoða það sem er í næstu viku á föstudaginn vonandi verður það komið inn og svo bara sjáu þið bara hvað er framöndan og svona. Já. Ég myndi að spyrja á með kynningar, var einu kynningin sem verða hvað þetta einstaklings svona verkefni? Já, það er eingöngu kynning á einstaklingsverkefni. Ef þið viljið kynna hópverkefni það er alveg opið fyrir því. Ég get alveg fengið prófdómar og eitthvað. Það er mjög hollt en ekkert skemmtilegt held ég. En já, þannig að ég hef búin að gefa út þetta, þannig að þá getið þið kynnt ykkur efnið, þið getið skoðað námsefni sem er til staðar, þið getið researchað ykkur ákveðin atriði eða þú veist, gert eitthvað og svo getið þið komið í fyrirlestur, þá sjáu þið mig bara tala í kringu það, sýna ykkur dæmi, forrita í kringu það, þið getið spurt, hei, ég var að skoða þetta, hvernig virkar það? Og þá getið þið sagt, hei, nú ætla ég að fara í 20 mínútna rant það og svo verður þetta svona og ég reyna að halda mig svona sirka á veginum sem ég er, en þetta er mjög opið og já. En námskeiðslýsingin er bara þetta er framhald af vegferðun 1, við erum að fara að díla við vefþjónustur, tengingar við gagnagrunna, tengingar við þjónustur, svo Redis, tengingar við aðrar vefþjónustur, við gerum þetta aðeins í lok vegferðunar 1, þannig að nú ætlum við að smíða þessar vefþjónustur. Við ætlum að nota frammenda forritasöfn og svona framework, við ætlum að nota React til að setja upp frammenda og sjá bara hvernig setjum við upp svona verkefni, þú veist, þannig að þegar þið búið með þetta þá verður þið svona 80% búin að sjá hvernig til dæmis ég í minni dagvinnu er að vinna verkefni. Þannig að þetta er super praktískt. Þetta er bara, ef þið eru búin að taka þennan áfanga og þau kemur að vinna fyrir mig eftir 2 ár og eru búin að vinna þessi React, þá værið þið bara eitthvað, ok, ég skil, ég sé þetta. En mitt markmið er að kynna ykkur fyrir fullt af hlutum, þannig að þegar þið farið að vinna við þá, eða farið að nota í framtíðinni, þá skiljið þið og þið séu fljótari að komast á stað. Það er síðan ykkar að fara á dýptina ef ykkur finnst, ok, gagnagrunnur, þetta er mjög spennandi. Ég ætla að fara að læra það, ég ætla að taka gagnagrunnsfræði eða gagnagrunnfræði, hvað sem er og þú veist þetta. Mér finnst React, þetta er geggjað, ég ætla að fara að vinna eitthvað sérverkefni í kringu það. Þannig að þetta er bara super praktískt en skemmtilegt. Svo eru öryggismál, þannig bara hvað þarf að hafa í huga þegar við erum að vinna vefforrit og erum að gera svona vefþjónustur og vefþjóna sem eru með gagnagrunnstengingar, þú veist, hvað getur gerst, hvað eru best practices. Ég reyna að fá félaga minn sem er að vinna bara í svona öryggismálum til þess að koma og vera með bara gestafyrirlestur þetta. Hann var að vinna í mörg ár hjá Syndis og er núna með sitt eigið fyrirtæki tengt svona öryggismálum. Og það er alveg sér kapítuli. Ég mun aldrei geta gert því, þú veist, það eru heilu áfangandi sem að rétt snerta á bara, þú veist, hvað er verið að gera í svona öryggismálum. Þú veist, það er að gera heila námsleið, ég meina það komið masters námsleið hér og hjá HR bara svona. Þannig að þú veist, ég er bara rétt að gefa ykkur nasa þef og ef ykkur finnst þetta spennandi, þá er bara fullt sem ég geti fara að læra meira tengt því. Já, þannig að þegar þið eru búið með þetta, þá er ég að skrifa fyrir tilbaka þetta sem hefur samskipti við framenda til að útbúa lifandi vef. Það er, þú veist, notenda umsjón, persista gögn, þannig að ég geti, þú veist, búið til notenda, logga mig inn í þessari tölvu, farið hér, gert eitthvað, farið og logga mig inn í annar tölvu, þar eru gögnin mín. Ég get breytt gögnunum, ég get eitt þeim, ég get gert eitthvað. Ég get exposað þessu með vefþjónustum og alls konar. Öryggismál aftur og svo líka þetta bara, við byrjum mjög snemma á því og bara strax að halda áfram að skoða hvernig Netlify er, en við munum síðan fara yfir í aðra svona hýsingu á svona verkefnum. Þetta er svona platform as a service. Við höfum notað Render, Railway, Heroku, svo eitthvað eitt í viðbót sem við fiktum við eitthvað.
en við munum setja það upp þannig að þið getið í raun tekið verkefni, byrjað það, deployað því, þar að segja gert það aðgengilegt á internetið og keypt lén og sett á okkur, þannig að þið munið hafa öllu verkfæri bara til að geta klárað heilt verkefni og gert það. Og hvað þarf að hafa í huga með það þegar maður er komið í rekstur, logging og monitoring og eitthvað svona. Þannig við ætlum að byrja á því að taka backenda í cirka mánuð. Þá er það Node.js og Express. Express er svona mini-framework til þess að búa til bara webþjónustur og vefi, hjálpar til við ýmis verkefni tengt því. Postgres sem er gagnagrunnur, relational SQL grunnur. Við munum setja það upp, búa til einfalda töflur, setja gögn, selekta upp gögn, eyða gögnum, uppfæra gögn, auðkynning og notendaumsjón og öryggi og svo testing, logging og monitoring og hýsing. Og svo ætla ég að reyna að koma TypeScript inn fyrr. TypeScript er superset af JavaScript sem gerir týpur. Ef þið hafa verið í webforritinu 1 senustu 2-3 ár þá hefur verið að nota JS-doc svolítið svona. Þetta er bara hvernig get ég tryggt það að JavaScript forritið mitt veit að þetta á að vera strengur og þetta á að vera tala svo ég fari ekki að margfalda þetta saman eða plúsa þetta saman eða eitthvað og lendi í einhverjum runtime millum. Og TypeScript er bara meira og meira að verða svona staðallinn í þessu svona kostur og gallar. En ég ætla að reyna að koma því aðeins fyrr inn núna. Svo eru vefþjónustur í cirka 2 vikur. Þær tengja svolítið inn í bakendvirknina, þetta er alltaf svolítið saman. Við ætlum að fara að skoða bara þessi HTTP staðalinn. Við ætlum að skoða hvað eru REST vefþjónustur. SOAP sem eru eldgamlar, 20 pluss ára gamlar skilgreiningar á vefþjónustum en því miður erum við ennþá að díla við það. Það er bara mikið af gömlum kerfum sem eru með þetta, þannig ég ætla bara aðeins að nefna það. Caching og Redis, hvernig getum við verið með eitthvað svona leið til þess að geyma gögn sem er kannski erfitt eða flókið eða dýrt computationally eða eitthvað að vinna, hvernig getum við geymt þau í einhverjum svona skyndiminni sem við getum persistað á milli mismunandi notanda og mismunandi, já. Svo er frammendi, ætla að vera React og Next.js sem er svona eiginlega allar vefstofur í Íslandi vinna sín verkefni í React og Next.js, þannig ef þið farið að vinna með vefforritun þá er bara mjög mikla líkur að þið munið nota React og Next.js. Kannski smá GraphQL sem var mjög heitt hérna fyrir 4 árum þegar ég tók það inn eða svona fyrir 5 árum en er núna, þetta er svona, ég mun örugglega nota þessa samlíkingu oftar í vor en vefforritun er bara svona sem kúltúr, þetta er svona, þetta er alveg kúltúr og hann sveiflast og það eru tískur í honum og þetta er bara svona pendúll sem sveiflast fram og tilbaka. Það sveiflaðist, hann byrjaði hérna, það var alltaf rosa mikið í bakendanum, svo sveiflaðist þetta, það er ömurlegt, þetta er allt svo ógeðslega statískt og leiðilegt og það sveiflaðist yfir í, þetta er eiginlega allt gert á clientnum og svo er þetta nú búið að sveiflast aftur, þetta er eiginlega allt gert á servernum og nú erum við svona aðeins að fara hérna, við erum ekkert veginn svona, finna eitthvað svona millibil hérna og vefþjónustu voru svona eitthvað, notum SOAP, það er ömurlegt, gerum þetta í REST, það er allt svona meira resource-based og svo sveiflaðist það, nei, ég vil eiginlega geta bara sótt þetta allt á einn endapunkt og það var GraphQL og svo, nei, þannig að REST er svona að koma aftur. Þannig að ég er svona aftur bara svona að reyna að kynna ykkur fyrir ýmsu sem hefur gerst af því að ef við lærum ekki söguna þá erum við hérna dæmd til þess að endurtaka hana. En það er líka bara gott að vita svona hvað er og aftur. Ég tek breiddina. Þannig að þetta er svona breadth first nálgun á hérna áfanga. Og svo, web components staðall hjá W3C það að búa til hvað ef við getum búið til okkar eigin HTML element og bara það sé staðlað og þetta er búið að vera verkfæri sem er búið að vera í 15 ár en er núna svona svo Linux á desktop það er 2025 Linux á desktop það gerist í ár það saman með web components það gerist í ár en hérna það er svona leið til að búa til án aðskilið frá öllum tækni stökkum. Þú ert ekki að spá í hvort þú sért að nota Svelte eða React eða Vite eða Vue eða eitthvað. Þú bara skrifa web components samkvæmt staðli og svo geta öll þessi framework notað hann. Og þetta er í alvöru að gera svona. Þannig að sjáum aðeins til. Svo er Svelte sem er mjög spennandi en hérna vantar alltaf eitthvað tækifæri til að búa til eitthvað alvöru verkefni svo ég læri það alvöru. Svo er önnur JavaScript keisluumhverfi eins og til Deno sem við höfum eftir að fara yfir eða Dino og þið getið gert það. Svo er hérna Hono, það er eitthvað sem er búið að taka við af Express svolítið og ég ætla að nota það í þessu.
Svo Nest.js, það til þess að búa til vefþjónustu, það meira vefþjónustu fókusrað. Prisma, það svona fókus á að gera auðveldur að búa til gagnagrunna eða að skilgreina gagnagrunn skema og provisiona því að setja upp í alls konar mismunandi gagnagrunn. Þannig að það abstraktar í burtu það að þurfa að hugsa er ég að nota MySQL, er ég að nota PostgreSQL, er ég að nota MS-SQL. Það bara svona, hei, skilgreiti bara hvernig gögnin og ég sé rest. Og til ótrúlega mikið af spennandi tækni og vefforritun skemmtilegasta staðurinn til að vera að forrita í dag. Það mestu möguleikar, þeir eru fljótustu að vinna, allt að færast yfir á vefinn að einhverju leyti og þetta bara, þetta skemmtilegasti parturinn, þannig að þið eru á réttum stað. Og svo gætu við líka farið út í einhver önnur forritunarmál umhverfi, við höfum bara rætt það, við höfum ekkert gert það álveru, svo nota Python, hvað á að nota? Já, nota Flask, nota Django, nota þetta eða hitt, við getum alveg að rætta. En allt þetta hérna og fleira til eitthvað sem þið getur farið núna og sagt bara eitthvað, hei, mér finnst ógeðslega gaman að forrita í Python, hvernig væri að gera það? Og þið getur byrjað að nótera hjá okkur eitthvað og gert það sem einstaklingsverkefni, eða mér finnst web components, eða 3D rendering á webnum, eða whatever. Þið getur byrjað núna að skoða það, þá getur byrjað að tala við mig og sagt hérna, hei, hvað finnst þér þetta? Og þá getur sagt, já, sniðugt, ég held að þetta hérna og þetta hérna var eitthvað sem var sniðugt að skoða. Og svo getur við átt í díalóg yfir allt misserið. Yes, þannig að þetta það sem við erum að fara að takast á við og við ætlum bara að byrja á því núna eftir smá pásu nema að þið hafið einhverjar spurningar. Engar spurningar. Herru, tökum svona 10 mínútna pásu. Ég finn að það er byrjað að þyngjast loftið en byrjum aftur, já, bara svona 10 mínútur í cirka.